Góðan daginn og velkomin á þessa rafrænu kynningu á vinnslutillögu nýs aðalskipulags Múlaþings. Ég heiti Sóley og er verkefnastjóri skipulagsmála hjá sveitarfélaginu og ætla að fara í gegnum helstu atriðin með ykkur. Byrjum á að skoða ferli skipulagsvinnunnar. Samráðs- og kynningafasarnir eru 3 og við erum stödd hérna í miðjunni við kynningu vinnslutillögu. Skipulags- og matslýsing, fyrsti fasinn, var kynnt í desember 2023 og frá þeim tíma hefur unnið að upplýsingaöflun, samræmingu og yfirferð á stafrænum gögnum, stefnumótun og átt samráð við fjölmarga hagsmunaaðila. Því samráði er alls ekki lokið og hvetja alla til að hafa samband við skipulagsfulltrúa og óska eftir fundi eða telja þarf á. En núna erum við komin með góða heildstæða mynd á skipulagið og tímabært að kynna það fyrir íbúum. Skipulagið er kynnt í gegnum skipulagsgátt Skipulagsstofnunar og mun ég fara eins yfir það hérna á eftir hvernig er hægt að nálgast gögn og frekara upplýsingar þar. Athugasemdum við skipulagið skal einnig skila í gegnum gáttina og er athugasemdu frestur til og með 5. maí næstkomandi. Að þeim tíma loknum verða athugasemdir teknar til umfjöllunar hjá umhverfis- og framkvæmdaráði og unni úr þeim ábendingum sem berast. 3. og síðasti kynningarfasinn er svo áætlaður fljótlega í haust þegar endanleg skipulagstillaga verður auglýst. En þá verður einnig hægt að koma á framfæri athugasemdum og umsóknum. Það er umhverfis- og framkvæmdaráð sem fer með leiðandi hlutverk í gerð aðalskipulagsins ásamt skipulagsráðgjöfum frá Eflu verkfræðistofu, en í stýrihópnum sitja einnig framkvæmda- og umhverfismálastjóri sem er Hugrún Hjálmarsdóttir, skipulagsfulltrúi sem er Sigríður Kristjánsdóttir og verkefnastjóri skipulagsmála. En hvaða máli skiptir aðalskipulag fyrir íbúa og af hverju ætti þeir að kynna sér það og hafa á því skoðun? Aðalskipulag stjórnar því hvernig við nýtum landið og hefur áhrif á hvernig samfélagið þróast og í hvers konar umhverfi við búum í. Aðalskipulag hefur einnig áhrif á lífsgæði íbúa með því að tryggja það sé nóg af grænum svæðum og skólar, leiksvæði og þjónusta séu í nálægð við hvort annað. Aðalskipulag getur ýtt undir fjölbreytt atvinnutækifæri með því að tryggja rými fyrir verslun, þjónustu, iðnað og nýsköpun. Og síðast ekki en síst þá ræður aðalskipulag því hvernig náttúruauðlindir eru nýttar, hvaða svæði eru vernduð og hvernig samfélagi getur vaxið á sjálfbæran hátt án þess að skaða umhverfið. Og með því að taka þátt í umræðu skipulagsmál og koma með ábendingar geta íbúar haft bein áhrif á framtíð sveitarfélagsins og sitt umhverfi. Því er mikilvægt að íbúar kynni sér skipulagið og taki þátt í þróun þess því að það snertir okkur öll. En aðalskipulag, sveitarstjórn ber skylda til að skipuleggja allt land í sveitarfélaginu og nefnist það þá aðalskipulag. Svæði nær yfir þéttbýli, dreifbýli og hálendi sem er alveg heilir 10.670 ferkílómetrar hjá okkur í Múlaþingi. En til viðbótar nær aðalskipulag einnig 115 metra út frá Stórstraumsfjöruborði. Og þetta aðalskipulag Múlaþings er fyrsta heildstæða aðalskipulag sveitarfélagsins. En í dag eru í gildi 4 nokkuð ólík aðalskipulag eldri sveitarfélagana sem voru Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður, Djúpavogshreppur og Fljótsdalshérað. En við gildistöku þessa nýja aðalskipulags munu hin eldri falla úr gildi. Og það hefur ýmislegt breyst frá því að núgildandi aðalskipulag voru unnin sem var á árunum 2004 til 2010. Til að mynda bara þær komin í skipulagslög og skipulagsreglugerð, nýjar stefnur og áherslur bæði hjá stjórnvöldum og sveitarfélaginu sjálfu. Sem dæmi getum við nefnt landsskipulagsstefnu, svæðisskipulag Austurlands og menningarstefnu Múlaþings. En taka þar mið af þessum þáttum auk fjölmargra annarra í skipulagsvinnunni. Síðast en ekki síst er ein sýnilegasta breytingin tilkoma stafræns aðalskipulags. Það einfaldar mjög framsetningu á skipulaginu og gerir íbúum auðveldara að fylgjast með breytingum á því. Aðalskipulagið er sett fram í greinargerð og skipulagsuppdráttum, auk forsendu og umhverfismatsskýrslu. Forsendu og umhverfismatsskýrslan fjallar núverandi stöðu, verndarákvæði og fyrirliggjandi stefnu stjórnvalda
sem eru forsenda fyrir ákvarðanatöku og mótun stefnu landnotkun og þróun byggðar í sveitarfélaginu. Í sömu skýrslu er jafnframt metin umhverfisáhrif stefnunnar á tiltekna þætti, svo sem samfélag, náttúru, ásýnd og landslag. Í greinargerðinni, sem gengur undir nafninu Bláklukkuskjalið, eru sett fram leiðarljós og framtíðarsýn til næstu 20 ára ásamt stefnu og skilmálum landnotkun. Og leiðarljós stefnunnar eru meðal annars að styðja við bætt lífsgæði og lýðheilsu, styðja við fjölbreytta atvinnustarfsemi og nýsköpun, tryggja öruggar samgöngur og samtengingu byggða, að varðveita menningararf og styðja við líffræðilegan fjölbreytileika. Þéttbýlisuppdrættirnir eru 6, einn fyrir hvern byggðakjarna í sveitarfélaginu og sveitarfélagsuppdrættirnir eru 3. Við undirbúning gerð aðalskipulagsins var lögð sérstök áhersla á að taka saman upplýsingar og greina þætti meðal annars varðandi frístundabyggðir og náttúruvá í sveitarfélaginu. Einnig var unnin greining á hentugleika svæða til nýtingar vindorku og þessi gögn hafa nýst við ákvarðanatöku og mótun stefnu nýs aðalskipulags. Þau eru aðgengileg á skipulagsgáttinni með öðrum skipulagsgögnum til upplýsinga, en þau eru ekki hluti af samþykktum aðalskipulagsgögnum. Samhliða gerð nýs aðalskipulags var lögum samkvæmt unnið að skráningu vega í náttúru Íslands annars vegar og flokkun landbúnaðarlands hins vegar. Markmið þessara verkefni eru af ólíkum toga en tengjast inn í skipulagsáætlanir á forsendu landnotkunar. Með skráningu vega verður til heildstæð vegaskrá yfir vegi í náttúru Íslands, aðra en þjóðvegi, þar sem að umferð vélknúinna ökutækja er heimil, með eða án takmarkana. Og tilgangur með flokkun landbúnaðarlands er að varðveita land sem nýtist til ræktunar matvæla og samþættir markmið sjálfbærni og verndun náttúru. Áður við höldum lengra með kynninguna langar mig að sýna ykkur hvar þið getið nálgast skipulagsgögnin, skilað inn athugasemdum og kynnt ykkur verkefnavefinn. Byrjum hér inn á heimasíðu Múlaþings, sem ofarlega á forsíðunni er blár reitur þar sem stendur aðalskipulag Múlaþings 2025 til 2045, sem er gildistími nýs aðalskipulags. Þegar smellt hér inn á skipulagsgáttina opnast nýr flipi sem tengir okkur beint inn á gátt skipulagsstofnunar. Hér á efst sjáum við í hvaða fasa verkefnið statt og við erum hér í fasa 2 í kynningu tillögu á vinnslustigi. Einnig er hægt að smella á lýsing sem er fyrsti fasinn og nálgast þau gögn sem voru kynnt við þann fasa, niðurstöðu umsóknarferlisins og einnig kynna sér þær umsagnir sem skilað var inn á kynningatíma. En við förum hér aftur inn í fasa 2, kynning tillögu á vinnslustigi, sem er það sem við erum stödd núna. Hér kemur fram að opið sé fyrir athugasemdir til og með 5. maí næstkomandi. Einnig eru hér bara almennar upplýsingar kynningartíman og svo er hér hægt að nálgast skipulagsgögnin. Bæði er hægt að hlaða þeim niður með því að smella hér á niðurhalstáknið hvert skjal fyrir sig, en einnig er hægt að hlaða niður öllum gögnum í einu hér. Efst er hér forsendu og umhverfismatsskýrsla aðalskipulagsins sem ég sagði ykkur frá áðan. Svo er hér greinargerðin eða bláklukkuskjalið, sveitarfélagsuppdrættir og þéttbýlisuppdrættir og einnig skýrsla vegi í náttúru Íslands og flokkun landbúnaðarlands. Einnig er hér aukaskýrslur og fylgigögn sem voru gerð samhliða nýju aðalskipulagi. Aðeins neðar á síðunni er hægt að sjá þær umsagnir sem þegar hefur verið skilað inn á kynningatíma, en einnig að bæta við umsögn og skrá sig hér inn þá með rafrænum skilríkjum. Ef þið lendið í einhverjum vandræðum með þetta, þá er endilega að hafa samband við skipulagsfulltrúa og við getum leiðbeint með framhaldið. Þá skulum fara aftur yfir á heimasíðu Múlaþings og rúllum aðeins neðar á síðunni þar til við sjáum gulan reit þar sem stendur nýtt aðalskipulag. Þá opnast hér upplýsingasíða aðalskipulagið ásamt kynningarmyndböndum og upplýsingum þessi hliðarverkefni
skráningu vega í náttúru Íslands og flokkun landbúnaðarlands. Þetta nálgast hérna leiðbeiningar bæði verkefni og á hvaða lagagrunni þau byggja. Hérna efst eru flýtileiðir á verkefnavefina og kortasjána. Og ef við færum okkur bara beint hérna inn á verkefnavef aðalskipulagsins, þá opnast hér kortasjá. Tekur kannski smá stund að hlaðast en leið og hún hefur hlaðið sig niður í fyrsta skipti er nokkuð fljótt eftir það. Þá opnast hér efst fyrst skýringartafla sem útskýrir hvað litir og línur tákna. Rauð brotalína táknar þéttbýlismörk. Sjáum hér. Og öll landnotkun sem undir 3 hekturum táknuð bara með punkttákni, en sé hún stærri en 3 hektarar fær hún nánari afmörkun í skipulaginu. Það er þessi landnotkunarflokkar sem eru undir 3 hekturum. Hér eru tákn fyrir línur, veitur og hættumatslínur vegna ofanflóða. Verndarsvæði eru skilgreind með rúðu eða skástrikuðum flákum, hér eins og vatnsverndarsvæði til dæmis. Og svo eru það hér landnotkunarflokkarnir ásamt viðeigandi litum. Afþreyingar og ferðamannasvæði, til dæmis hérna með bleiku, eins og þið sjá hér AF2. Ef við skiptum hér aðeins yfir í táknið sem lítur út eins og blaðastafli, þá opnast hér valstika fyrir mismunandi gögn og kortaþykjur. Hér er hægt að kveikja á gildandi aðalskipulagi og slökkva á aðalskipulagi í vinnslu. Það er hægt að sjá bera saman. Það er hægt að kveikja á báðum í einu og sjá hver breytingin er. Kannski vert að nefna þessi röndótti landnotkunar flákar. Þetta var gert svona í gildandi skipulagi og táknaði fjölbreytta landnotkun og fjölbreytta skilmála nýtingu þessa lands. Núna er ekki heimilt að tákna breytilega landnotkun með þessum hætti, heldur er hún afmörkuð með einum lit og svo ávarpað í skilmálum í texta hvað sé heimilt. Það er einnig, ef við förum hér sýnum fyrst hérna hvernig þessi reitir virka. Ef við smellum hér á þennan reit, til dæmis tjaldsvæðið inn í Hallormsstað við Höfðavík. Þetta er nýr landnotkunarflokkur, þessi bleiki afþreyingar og ferðamannasvæði. Og sjáum þá hér opnast upplýsingaspjald. Þetta er landnotkunarflokkurinn. Akkúrat þessi reitur fær númerið AF2 og hann heitir tjaldsvæði við Höfðavík. Þessar upplýsingar tala svo beint við skilmálatöflu í greinargerðinni eða bláklukkuskjalinu. Hér er svona sértæk skipulagsákvæði fyrir akkúrat þennan reit sem tilgreinir hvaða uppbygging er heimil og hvernig skuli nýta þetta land. Og svo er hérna stærð svæðisins. Ef við slökkvum svo bara hér á skipulaginu, má hafa kveikt á því, og hér eru önnur gögn sem getur verið gagnlegt að skoða samhliða aðalskipulagsreitum. Til að mynda er hér hægt að sjá landeignaskrá HMS, þar sem hægt að sjá afmörkun lóða og jarða sem eru skráðar þar inn. Hér er hægt að kveikja á gildandi deiliskipulagi. Það er þá hægt að smella á þá afmörkun og hlekkur beint inn á deiliskipulagið. Og einnig er hér tenging við, þetta er undir önnur gögn og við kveikjum hér á vefþjónustum annarra aðila. Þá er þetta kveikja hér á kortasjá Umhverfisstofnunar
og sjá til dæmis hérna friðlýst svæði. Það er hægt að kveikja sérstaklega kannski á til dæmis votlendisflákum og svo sjá hvernig þessar upplýsingar tengjast við aðalskipulagið og hvað áhrif þetta hefur allt saman. Þannig að hér er hægt að kynna sér mjög margt og skoða og bera saman bæði við fyrirliggjandi gögn og gildandi aðalskipulag. Hvet ykkur bara til að kynna ykkur það vel og svo nota tækifæri til að koma á framfæri ábendingum í gegnum skipulagsgáttina. Þá ætla ég að víkja að þessum 2 hliðarverkefnum sem okkur ber skylda til að gera samhliða nýju aðalskipulagi. Þau eru einnig hægt að skoða hér á verkefnavefnum. Til viðbótar við þessa framsetningu hér á kortasjá eru þessar 2 skýrslur sem eru aðgengilegar í gegnum skipulagsgáttina og ég sýndi ykkur áðan. Byrjum hérna á skráningu vega, en sveitarfélaginu ber að skrá þá vegi sem tilheyra ekki opinberu vegakerfi. Afrakstur þeirra vinnu verður vegaskrá sem ber að afhenda til Skipulagsstofnunar og Vegagerðarinnar þegar nýtt aðalskipulag tekur gildi. Hægt er að sjá hér í skráningu til hliðar hvað litirnir tákna. Grænar línur eru greiðfær gult seinfær, appelsínugult lakfær og rautt er torfær vegur. Hægt er að smella á hvern slóða og sjá heiti og hvernig hann er flokkaður. Einnig er hægt að svartar línur sýna þessa gögn frá Landmælingum Íslands, stofnvegi, tengivegi, héraðsvegi og landsvegi. Og eins og með aðalskipulagsskjána er hægt að fara hér í blaðastaflann og kveikja og slökkva á mismunandi þekjum. Einnig er hægt að skrá athugasemdir beint inn í kortasjána. Það er bara sett inn nafn og tengslaupplýsingar og skrá hér inn athugasemdina, hvort að ég að taka einhvern veg út, færa hann til eða koma framfæra einhverjum takmarkanum á aðgengi og umferð viðkomandi slóða. Svo er þetta þysjað hérna inn á kortið og smellt þar sem á það svæði þar sem athugasemdin á við. Brugðist verður við ábendingum sem berast og vegaskráin uppfærð til samræmis við það. Þá skulum við færa okkur yfir í flokkun landbúnaðarlands. Það er smellt hér á valstikunni hér uppi. En sveitarfélaginu ber skylda til að flokka allt ræktarland í sveitarfélaginu með tilliti til ræktunarhæfni með áherslu á akuryrkju til matvælaframleiðslu. Flokkunin er unnin í samræmi við leiðbeiningar frá Stjórnarráði Íslands þar sem land skal flokkað í 4 flokka. Dökkgrænt er hér mjög gott ræktunarland, ljósgrænt er gott ræktarland, sæmilegt ræktarland er sýnt svona með gulu og lélegt ræktarland með ljósbrúnu. Flokkunin byggir á fyrirliggjandi gögnum hæð og halla lands, vistgerðir og veðurfar. Einnig er hægt að skrá athugasemdir beint hérna inn í kerfið eins og með vegi í Náttúru Íslands og ég hvet ykkur til að gera það þar sem þið þekkið til og búið yfir öðrum upplýsingum sem nýtast inn í frekari flokkun. Niðurstöður þessarar flokkunar á landbúnaðarlandi eru svo nýttar inn í stefnumótun landbúnaðarland í aðalskipulaginu. Og til þess að átta okkur betur á hvernig það er gert, skulum við fara aftur yfir í kortasjá aðalskipulagsins. Allt landbúnaðarland í sveitarfélaginu er táknað með ljósgrænum lit
Og til að ná markmiðum varðveislu landbúnaðarlands til matvælaframleiðslu eru settir fram skilmálar uppbyggingu mannvirkja og notkun á landbúnaðarlandinu. Landbúnaðarlandinu er skipt upp í reiti, 20 reiti sem eru númeraðir á bilinu L1 til L20. Og afmörkun reitanna byggir að stærstum hluta á þessari flokkun landbúnaðarlands en einnig horft til ræktaðs lands, innviða og loftmynda. Og við getum séð hérna að þessi reitur L15. Hann er afmarkaður með svona þykkri grænni línu og ef við förum í blaðastaflann og kveikjum hjá öðrum gögnum þar fáum við upplýsingar ræktarland sem birtist hér með ljósgrænum lit og þessi dökkgrænu flákar hér innan þessa reits eru land sem flokkaðist sem mjög gott ræktunarland og gott ræktarland. En afmörkunin á þessu landi, eins og segir, byggir á þessu og þeir skilmálar sem þetta landbúnaðarland gilda eru þeir að svæðið skuli fyrst og fremst nýtt til ræktunar og matvælaframleiðslu. Forðast skal að raska samfellu og góðu ræktunarlandi með mannvirkjagerð. Land sem féll í flokk 3 og 4, sem sagt lélegt og sæmilegt ræktunarland, fá allir númerið L20 og skilmálar uppbyggingu á þeim reitum miða ekki jafn mikið að því að varðveita það til matvælaframleiðslu. En þá er þessari yfirferð á stafrænni framsetningu lokið og við höldum áfram með hinn hluta kynningarinnar. Nú þegar við höfum kynnt okkur verkefnavefinn og stafrænu framsetninguna er ágætt að fara aftur í greinargerðina eða bláklukkuskjalið góða og kynna sér almenna skipulagsskilmála fyrir hvert landnotkun og flokk eða lit á kortinu. Byrjum á miðsvæðinu, en þau eru nú skilgreind í öllum stærri byggðakjörnum sveitarfélagsins og er þar gert ráð fyrir blandaðri byggð íbúða, verslunar og þjónustuhúsnæðis. Á miðsvæðum skal leitast við að beina nýrri verslun og þjónustu í miðbæi og nýta landi vel, þétta byggð, gera skal grein fyrir skuggavarpi við þéttingu byggðar. Miðsvæði skulu vera í góðum tengslum við aðra atvinnustarfsemi og stuðla að gönguvænu umhverfi og sérstök áhersla skal lögð á aðgengi fyrir alla að verslun og þjónustu. Á miðsvæðum skal gera ráð fyrir grænusvæðum, torgum og svæðum til samvista og leikja. Einnig skal leggja áherslu á vandaðan umhverfisfrágang, gróður og lýsingu. Á landbúnaðarsvæðum hafa verið gerðar töluverðar breytingar og hér má sjá helstu skilmála landnotkun á landbúnaðarsvæðum. Nú má reisa allt að 5 íbúðarhús á hverri bújörð. Ef að íbúðarhúsin eru orðin 6 skal það skilgreint sem íbúðabyggð. Því til viðbótar má reisa allt að 3 frístundahús. Ef að frístundahúsin eru 4 eða fleiri verður það skilgreint sem frístundabyggð. Leitast skal við að ný íbúðarhús séu staðsett innan við 500 metra fjarlægð frá stofn- og tengivegum eða innan við 250 metrar frá héraðsvegum. Skógrækt á allt að 50 hekturum er heimil á landbúnaðarsvæðum. Skógrækt sem fer umfram 50 hektara skal vera á svæðum sem skilgreind eru sem skógræktar- og landgræðslusvæði. Landeiganda eða umráðamanni eignarlands er heimilt allt að 1000 rúmmetra efnistaka til eigin nota. Og á svæðum með fasta búsetu er heimilt að reka atvinnustarfsemi ótengda landbúnaði. Þar meðal gistiþjónustu fyrir alltaf 20 gesti í alltaf 5 litlum gestahúsum. Og svo förum við hér yfir stakar framkvæmdir sem geta átt við á landbúnaðarlandi, skógræktar- og landgræðslusvæði og óbyggðum svæðum. Framkvæmdir sem eru heimilar á þessum svæðum falla undir flokk stakra framkvæmda eru meðal annars vatnsaflsvirkjanir sem eru minni að afli en 200 kW, vindmyllur til staðbundinna nota sem eru gefa alltaf 1 megawatt og eru 25 metrar að hæð
miðað við hæstu stöðu spaða. Einnig alltaf 25 metra há fjarskiptamöstur ásamt 20 fermetra aðstöðuhúsi, rafstöðulögnum og tilheyrandi vegum. Smávirkjanir sem eru undir 11 kW, meðal annars til að knýja farsímasenda með umhverfisvænni orku, en einnig er heimilt að nota sólarsellur af hæfilegri stærð. Og tímabundnar framkvæmdir svo sem vegna rannsókna eru heimilar að fengnu framkvæmdaleyfi eða eftir atvikum deiliskipulagi eða grenndarkynningu. Að lokum langar mig að fjalla stuttlega frístundabyggðir. Í stöðuskýrslu sem var tekin saman í upphafi skipulagsvinnunnar, sem er aðgengileg með öðrum kynningagögnum, kom í ljós að í gildandi aðalskipulögum sveitarfélaganna 4 voru samtals 65 svæði ætluð frístundabyggð. 36 þessara svæða höfðu ekki verið deiliskipulögð og engin uppbygging hafin, hvorki búið að stofna lóðir né leggja vegi eða veitur, og var því tekin svo ákvörðun að fella þau út úr nýju aðalskipulagi. Óskilandendur hins vegar eftir því að gert verið ráð fyrir frístundabyggð á þeirra landi í nýju aðalskipulagi er hægt að koma ábendingum og framfæri við skipulagsfulltrúa eða í gegnum skipulagsgáttina. Þá er þessari kynningu lokið og ég vil hvetja alla til þess að kynna sér skipulagsgögnin og koma á framfæri ábendingum fyrir 1. maí næstkomandi. Einnig vil ég minna á að endanleg tillaga aðalskipulags verður auglýst í haust, þar sem gert er ráð fyrir 6 vikna athugasemdafresti. Endilega hafið samband við skipulagsfulltrúa í síma 4700 700 eða á netfanginu skipulagsfulltrúi@mulaþing.is ef einhverju spurninga vakna eða ykkur vantar aðstoð við að nálgast gögn eða skilin athugasemdum. Takk fyrir.